Komið sæl og velkomin í Græðling sem samstarfsverkefni Landbúnaðarháskóla Íslands og INN. Við erum stödd hérna í fjölbýlishúsi í Kópavoginum. Þar sem að húseigendur að velta fyrir sér að setja blóm í steypt ker sem út á sölunum hjá þeim. Kerið þetta hefa. Greinlegt að sá sem hannaði húsið hugsaði sér að fólk væri annaðhvort að rækta matjurtir eða blóm eða hefði svona svolítið huggulegt í kringu sig og það náttúrulega alveg frábært. En það ákveðin galli við svona ker. Eigendur íbúðarinnar hefðu helst vilja hafa runna í kerinu. Eitthvað sígrænt, eitthvað fallegt sem að gæfi lit svona yfir veturinn líka. Vandamálið hins vegar það að það ekkert frárensli úr kerinu. Þannig að ef að það rignir yfir veturinn og síðan kemur bruna gaddur og hláka og frost á víxl, að þá enda með því að það verður eitt svona klakaklumpur í kerinu. Ræturnar á runnunum að þær gegnfrjósa og þiðna á víxl og þetta þola mjög fáa plöntur. Það sjálfsögur að gera að prófa þetta ef maður vill það, en það bara getur kostað dálítið mikið. Þannig ég ráðlagði þeim frekar að hafa þetta bara sætt í sumar, setja sumarblóm kannski yfir sumarið, svo þegar haustar og þá er að gera að skipta blómun þess að sumarblómin duga ekkert alveg að eilífi. Þá er þetta að setja erikur og eitthvað svona skemmtilegt í kerið og svo þegar erikurnar eru búnar, svona réttur í jólin, að þá er að gera stinga bara furugreinum með einhverju slíku sígrænu huggulegu ofan í moldina, þar frjósa greinarnar fastar og skreyta alveg vel fram yfir jól. Þannig að það ýmsir möguleikar í stöðinni og alveg hægt að hafa kerið með plöntum í þó að það sé ekki endilega fjölarar. Hér hafa ekki verið plöntur í 1-2 ár og það hefur safnast upp svolítið illgresi í moldinni og það sem við þurfum að byrja á því að gera er að hreinsa í burtu illgresið. Og þetta er ekki mikið rótakerfi af þessu illgresi en það getur verið ágætt að fara hérna inn með skófluna bara og losa þetta svona upp. Það skiptir dálítið miklu máli að nýju plönturnar sem við setjum í kerið, sumarblómin fallegu, að þau fái hreina og góða mold og fyrir ekki að byrja því að keppa við illgresið næringuna. Og það þarf ekkert endilega að skipta allri moldinni út sem er í kerinu. Það er ágætt hins vegar að hressa svolítið upp á hana og bæta nýrri mold saman við og jafnvel að hræra því vel saman. Nú að því að við erum svo vel upp alina þá kunnum við ekki við að láta illgresið gossa fram á sölunum. Við bara hreinsum þetta og setjum þetta í poka. Það er ekki víst að nágrannar á neðri hæðinni verður líka ánægðir með svoleiðis. Nú ef að fólk er mjög hlynnt svona því að borða það sem náttúran leggur til, að þá verður nú að segjast þessu að tegundirnar sem eru hérna í þessu keri, að þetta er hjartarfi. Og hjartarfi þykir bara virkilega góður til átu og það er svona alveg afgerandi lykt á honum sem maður finnur ekki endilega af öllum öðrum arfa. Og bragðið er líka gott. Þannig að þess vegna væri jafnvel hægt að vera bara með hjartarfaræktun hérna í beðinu og vera svo bara alltaf með óslega gott salat og eitthvað ótrúlega hollt og gott. En það er víst ekki á óskalistunum hérna, þannig að ég hef verið víst að bara halda mig hérna að verki. Og það er líka hægt að rækta kryddjurtir. Það verður alveg tilvalið ef maður hefur áhuga því að þá eru kryddjurtir líka rosalega fallegar og auðvelt að rækta þær svona í kerjum. Og þar er maður fyrst og fremst að nota plönturnar yfir sumartíman og þær geta svo sem staðið eitthvað fram á haustið og það er ekki loku fyrir það skotið að fjölarar kryddjurtir gæti jafnvel lifað eitthvað yfir veturinn í svona potti. Það er eitthvað sem maður þarf bara að prófa sig áfram með. En til dæmis graslaukur, piparminta, oregano jafnvel. En maður þarf samt sem aður að takmarka svolítið tegundavalið við vaxtarrýmið. Ekki færi maður að rækta skessujurt sem verður 3 metrar á hæð og þarf annað eins á rótarrými. Það er svona aðeins að sníða sér stakk eftir vexti í þessum efnum. Nú það er alveg hægt að hugsa sér að rækta salat. Það er mjög auðvelt að rækta salat í svona. Og það er jafnvel bara gaman að blanda svolítið saman matjurtunum og sumarblómunum. Þetta getur allt skreytt hvað annað. Nú það er líka gaman að rækta kartöflur í kerjum og pottum og að vísu kartöflur þurfa gott frárensli þannig að ef að við lendum í leiðilegu rigningasumri þá er ekki víst að þær myndu sætta sig við það að vera í keri þar sem er ekki frárensli. En ef að það er hægt að stýra svolítið vatnsflæðinu í beðinu að þá verður náttúrulega bara að gera að prófa þess að rækta kartöflur og ég tala ekki ef það er svona sólríkt og þurrt og gott sumar eins og við höfum fengið núna undanfarin ár. Nú hér hafa grastegundir aðeins
dúkkað upp í kerinu. Þær fá ekki heldur að vera með, ekki frekar en hjartarfinn. En við reynum að hafa sem mest eftir af moldinni, þannig við séum ekki að flytja hérna hestburði af mold í burtu. Þó við hreinsum allt það sem heitir illgresi og ræturnar af því í burtu, því það náttúrulega geta stundum komið upp nýjar plöntur af gömlum rótum. Nú beðið að verða nokkuð gott. Ég ætla að hreinsa svona síðustu hérna litlu arfa tíklutar hérna úr beðinu. Og næsta mál á dagskrá að demba sér í gróðrarstöð og ná í plöntur og svo líka mold til þess að bæta ofan á í kerinu. Því að við viljum náttúrulega að plönturnar fá svolítið gott veganesti frá okkur í ferðalagi. Léttar og bragðgóðar kalkúnagrillsneiðar, íslensk framleiðsla, Ísfugl. Hafðu samband og við stillum upp framtíðina með þér eins og þú vilt hafa hana. Allians tryggir þína framtíð. Nú eru palladagar í húsasmíðinni. Þú færð allt fyrir pallasmíðina á lægra verði, allt frá skrúfum til skjólveggja og frá festingum til verkfæra. Komdu á palladaga húsasmíðunar og fáðu ráðgjöf og verðtilboð í Draumapallinn. Húsasmíðan land allt. Grænmetismarkaðurinn á leikhúsplaninu í Hveragerði við hliðina á gamla Eden opinn allar helgar til klukkan 18. Nýtt íslenskt grænmeti uppskorið og pakkað daglega. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum söndum og húðum svo þær verði eins og nýjar. hellurhreinsun.is. Komin hingað í gróðursteinastorð og hér ætlum við að velja plöntur fyrir þetta fína steinker sem við vorum að skoða áðan. Nú óskir húsráðenda eru ósköp skýrar, blandað brúðarauga í blönduðu litum þar að segja og bleikur sólboði. Og nú skulum við athuga hvort við finnum ekki svona plöntur hérna í gróðurhúsinu. Nú þegar ég vel plönturnar, þá reyni ég að hafa það svolítið svona svo þessa í laginu, svona svolítið jafna yfir, þétta og fína og ég sé að það er mikið af knúpum sem er eftir að springa út. Mér finnst það kostur, mér finnst ekki endilega atriði að plantan sem ég seti í keri sé nú þegar orðin full blómstrandi. En smekkurinn er auðvitað misjafn eins og það er. En þetta er voða falleg planta. Sjálfsögðu eru eitt og eitt blað hérna innanum sem maður hreinsa bara af, það er sko eðlilegt. En mér finnst hún rosalega falleg. Nú ég þarf í kerið að þá þarf ég sennilega 12 svona brúðaraugu. Þannig ég ætla nú að fara að finna þær hérna. Nú er ég komið með 12 stykki af hengi brúðarauga. Eins og sjá maður þá er það í svolítið blönduðum litum, bleiku, ljósfjólubláu, hvítu, dökkbláu og ljósbláu. Og
þetta eru plöntur sem eru ofsalega blómviljugar, hanga fallega fram að kerinu og það er mjög skemmtilegt að skreita ekki bara að keri sig allt heldur svolítið umhverfi í kringu það með svona hangandi blómum. Og þá er komið að plöntunni sem við ætlum að setja í miðjun á kerinu. Við ætlum að færa okkur aðeins hérna í húsinu. Ég má eiginlega til með að sýna ykkur hérna svona heiði einlega prúðurauga sem er svona alveg himinblátt og gríðarlega fallegt. Og þetta er kannski svona það sem er algengast að fólk taki að vera að nota brúðarauga. En ég man alltaf eftir því þegar ég var afgreiði í gróðrarstöð sem unglingur og það kom maður með miklu írafari inn í gróðrarstöðina og hann var með leiðbeiningar á það hvað blóm hann átti að kaupa frá konunni sinni. Hann kemur með miklum látum inn og segir, heyrðu, ég ætla að fá þau 2 glóðaraugu og hafðu blá. Og maður mætti alveg að tala um þessa plöntu. Þetta er rosalega flott og fallegu blár litur. Nú síðan hérna fyrir neðan, ef ég verði nú að velja sjálf í ker, þá myndi ég örugglega velja þennan hérna. Þetta er brúðarstjarna sem er líka oft kallið bara kosmos og þetta er planta sem kemur verulega óvart. Stönglarnir eru svona svolítið grannir og fínlegir en svo þegar að plantan er komið út og farin að stækka að þá verða stönglarnir svo sterklegir og þykkir og hún þolir svo vel veður og er rosalega blómviljug og til í fleiri litum. Það er hérna svona dökkbleikur og hvítur. Ég er alltaf dálítið skotin í þessari plöntu. Hér erum við með skrautkál og það er nú til í ýmsum litum. Hér er til svona hvítt og rautt skrautkál og þessar plöntur eru ræktaðar vegna blaðana og vegna þess að hausinn verður alveg gríðarlega fallegur þegar hann stækkar. Skrautkálið þolir líka vel kulda og getur staðið í pottunum alveg bara langt fram undir jól og hver haus getur orðið alveg eins og svona stór ef maður tekur hérna þennan hring svona. Þannig að það þarf að gefa skrautkálinu svolítið gott rými til þess að það vaxi og dafni. Nú ef maður er óheppinn og lendir í frosti á miðju sumri eða þá maður gleymir að vökva í nokkra daga þannig að plantan þornar mikið að þá á það til að njóla sem kallað er. Það kemur svona stöngull upp á miðju kálinu og það fer að blómstra gulum blómum. Það er ekki alveg málið. Við viljum helst að það bara haldi haustum alveg fram á hausti. Nú svo eru hérna blessaðar dalíurnar fyrir framan skrautkálið. Einu sinni voru dalíur í öllum görðum, svo einhver hluta vegna duttu þær eins og tísku og blóminni á þeim eru ofsalega falleg. Þetta er svolítið eins og blóm úr teiknimyndasögum. Þær eru í rauðum og gulum og appelsínugulum og bleikum litum og eru mjög duglegar að blómstra en það þurfa hlýjan stað og helst svolítið skjól því að knúpandi getur verið svolítið stökkir á þeim þannig að ef það lenda í miklu roki fá á sig svona íslenskt slagveðurs ógeð á miðju sumri að þá getur farið illa fyrir blómgunina á plöntunum. Þannig að maður þarf að velja dalíunum svolítið góðan stað en enn og aftur í skjólinu inn á góða pallinum og þar er alveg hægt að vera með nokkra dalíur í hóp. Pelagónía er dæmi aðra tegund eins og fúksíuna sem var einu sinni álitin eingöngu inniplanta en svo hefur bara reynslan leitt það í ljós og hún þrífst mjög vel utandyra yfir sumartímann. Og hún er til í mörgum svona skærum litum og þessi hvíti, hreinu, fallegi litur er náttúrulega dásamlegur. Svo er hún til rauð og bleik og svolítið svona órans. Það er mjög sterkur ilmur af pelagóníunni og mjög afgerandi akkurat fyrir þessa tegund. En hún er líka náskyld blágresinu sem við ræktum út í garðum hjá okkur. Hún blómstrar á þessum stóru blómsveipum hérna og hér eru knúpandi sem eiga eftir að koma. Þannig að hver blómsveipur og hann er ansi lengi í blóma. Þetta er planta sem er alveg tilvalið að prófa í garðinum. Hér er önnur planta sem ég er alltaf hrifin af. Hún heitir Timophylla tenuiloba og ég veit ekki til þess að hún hafi neitt íslenskt heiti en það sem er sérstakt við hana er að plantan ilmar all og þegar maður snertir hana svona það kemur bæði ilmur af fingrónum og ilmur af plöntunni og þegar maður vökvar hana þá kemur svona svolítið kryddaður svona sumarilmur. Dálítið erfitt að lýsa því í sjónvarpi en ilmurinn er góður. Svo er hún líka óstöðlega blómviljug og skemmtileg og gaman að hafa hana með öðrum tegundum í keri því að þá fær maður gula skemmtilega skæra litinn. Nú hérna í hillunni fyrir neðan er hengijárnurt. Þessi fjólubláu litur er náttúrulega bara yndislegur og vaxtalagið á plöntunni er mjög skemmtilegt. Hún hangir svona mjög vel niður þannig að þegar maður setur svona plöntu í hengikörfu eða í pott sem á að hanga upp á vegg að þá skreytir hún sig mjög vel með svona fjólubláum blómum. Og síðan þegar blómin eru farin að dabrast eins og sést hérna
að þá ekkert annað að gera en að klippa stöngulinn svona af, taka af hérna alla knúpana, ekki bara vistnuðu blöðin og með því móti að þá hvetur maður plöntuna til þess að blómstra ennþá meira. Svo hér er þessi að verða búinn, orðinn svolítið tuskulegur. Bara snirtum við þetta svona af. Og svo koll á kortlið. Þetta ekki lengi gert þegar maður með örfáa plöntur á sölunum aðeins að halda þeim fallegum yfir sumari. Því að það líka örvar blómgunartíman og lengir hann. Borðin í þessu gróðurhúsi eru svokölluð rúlluborð. Þannig að maður getur fært borðplötuna til og búið sér í gang inn á milli borðana. Og ég þarf akkurat að komast hérna að sólboðan því það voru sérstakar óskir það að hafa sólboða í miðjunni kerinu. Sólboðin mjög skemmtileg planta vegna þess að hann opnar blómin þegar sólin skín og þegar það rigning og dumbungur og svona leiðindi að þá lokar hann blómunum aftur og með þessu móti þá endast blómin miklu lengur heldur en að þau verða alltaf alveg galopin. Þetta ósvalega girnileg planta, þétt og falleg og með heilmikið af knúpum, þannig að hún fer í kassan. Þá erum við komið með plönturnar í miðjun á kerinu og þessi ekki best að við drífum okkur bara í að fara að planta. Þú þarft ekki að skóla allan daginn til að viðhalda frískum andadrætti og verja tennurnar. Colgate munnskor, 12 tíma vörn gegn bakteríum og frískur andadráttur. Jörðin elur börnum sín svo sterk og blíð með fyrirheitum vor og betri tíð, björt og trú eins og þú. Íslenskt grænmeti, þú veist hvað það kemur. Komið sæl aftur. Nú innkaupaferðinni lokið og ég búin að stinga moldina upp aðeins hérna í biðinu, svona létt bara með lítilli plöntuskeið, svona rétt til þess að losa hérna jarðveginn hérna niður í kerinu. Ég búin að komast að því að í botninum á kerinu gott lag af vikri líka. Man mókar hérna niður, það heyrist þegar maður kemur hérna niður í vikurlagið. Þannig að það allavega tryggt að það eitthvað frárensli frá þessum plöntum sem við ætlum að setja hérna ofan í. Vegna þess að þessi mold frekar rýr og lítið verið ræktað í svolítinn tíma að þá ákvað ég að setja sveppamassa saman við moldina. Sveppamassin frekar sterkur og það er þá ágætt að hræra honum svolítið saman við moldina sem á staðnum. Svo þetta mun líka tryggja vinsældir íbúðareigendana hérna í blokkinni því að lyktin á sveppamassanum svolítið sérstök. Það ekki víst að neitt vilji kíkja í kaffi til þeirra alveg svona næstu 2-3 dagana. Við viljum ekki slétt fylla kerið alveg vegna þess að það verður að vera smá svigrúm til þess að geta vökvað plönturnar í kerinu. Nú við hrærum aðeins saman við moldina sem undir. Blöndum sveppamassanum svolítið saman við hina moldina þannig að næringin verði nokkuð jöfn í kringu rótakerfi plantnanna. Næringin kemur hérna úr sveppamassanum. Svo þurfum við alltaf að gera ráð fyrir því að plönturnar taka svolítið til sín líka. Þær eru með rótakerfi þannig að það getur svo sem hugsast að við þurfum að losa aðeins af mold í lokin þegar við erum búin að planta í allt kerið. Svona. En nú komið að því að planta plöntunum í kerið. Það ágætt að raða plöntunum upp svona aðeins áður ef maður planta þeim til að átta sig á því hvað millibili þarf að vera mikið svo þetta fari vel í kerinu. Sérstaklega þegar við erum með svona langt og mjótt ker. Þetta kannski svolítið annað ef við erum með lítið kringlótt ker þar sem þetta svona einhvern veginn raðast allt saman að sjálfu sér. En hérna ágætt að gera sér grein fyrir þessu því það leiðilega að fara að grafa upp plönturnar og færa þær til og eftir. Það svolítið bil á milli plantnanna og það alveg nauðsynlegt þannig að þær hafi svigrúm til þess að vaxa og verða dálítið þrifalegar í kerinu. Nú þegar maður tekur plöntuna úr pottinum þá heldur maður vel yfirbygginguna og þrýstir síðan með þumalfingrunum með það undir pottin. Potturinn svolítið mjúkur hérna í lokin, við það losnar í botninum, við það losnar rótakerfið aðeins úr og plantan kemur auðvitað úr pottinum. Svo gerir maður það bara hólu hérna með plöntuskeiðinni.
Og eins og ég segi þá þetta svona svolítið loftfimleika stíll á þessu hérna. Nú síðan þá sólboðin hérna næstur og ég hef gróðursett plönturnar svona alltaf sikksakk hérna handan við handriðið. Nú er ég búin að planta öllum plöntunum hérna fyrir utan handriðið og þá það auðveldasta eftir. Það hérna innan á. Því það skiptir líka máli að þetta sé fallegt bæði fyrir mann sjálfan og eins líka að þetta líti vel út svona frá götunni sé. Plönturnir eiga nú eftir að stækka og dafna hérna í kerinu í sumar. En til þess að þær geri það þá þarf náttúrulega að hirða þeirra nokkuð reglulega. Þær þurfa töluvert mikla vökvun, en það náttúrulega kosturinn að þetta svolítið djúpt ker, þannig að það töluvert mikill jarðvegur í kerinu. En ef að húsræðendur ætla að bregða sér í burtu í örfáa daga, segjum svona 4-5 daga, þá getur nú borgað sig að hnippa í nágrannan og fá hann til þess að vökva aðeins á plönturnar. Inn á svona svölum þá yfirleitt alltaf regnskuggi frá svölunum fyrir ofan, þannig að það rignir voða lítið inn á svalirnar. Þannig að það allavega ekki til þess að treysta á. Þannig að það borgar sig að tala við nágrannana og fá þá smá vökunaraðstoð þegar maður ætlar að fara í frí. Og hitt líka að það mjög mikilvægt að vökva plönturnar með áburði. Og það hægt að nota bara venjulegan inniblóma áburð á plönturnar í kerinu. Og þá best að vökva plönturnar með áburði svona 2-3 í viku. Og yfirleitt inniblóma áburðurinn blandaður þannig að þetta 1 tappi af áburði í cirka 2 lítra af vatni. Mjög einfalt og þægilegt. Nú þær munu mynda síðan svona blómafoss hérna inn á svalirnar, lópilíurnar eða brúðaraugun hérna, komið til með að hanga hérna svolítið niður. Og sólboðinn, hann hérna í miðjunni, hann mun nú aðeins hækka og verður svona kannski svipari hæð eins og handriðið. Þannig að þetta mun verða 1 blómahaf hérna í sumar. Nú það líka ágætt að fara reglulega yfir plönturnar og taka í burtu dauðu blómin eins og ég sýndi ykkur áðan með járnustina. Með því móti að þá halda plönturnar áfram að blómstra lengur. Það ekki að ná að uppfylla hlutverk sitt að mynda fræ. Þannig að það að gera að hafa það í huga. Nú svo slæðir stundum illgresi með plöntunum sem maður að kaupa í gróðrarstöðum. Svo sem ekkert hættulegt, bara maður hafi auga fyrir því að taka það frá þegar maður að planta. Illgresisplöntur eru náttúrulega bara alveg ótrúlega segar að koma sér upp á góðum og næringaríkum stað. Nú fullplantað í kerið. Þá hægt að hagræða plöntunum aðeins. Þess að strjúka þeim svolítið. Svo það bara vökva vel yfir þær. Og þetta verður dásamlegt. Hugsið ykkur bara að sitja hérna á sölunum með kaffibollan í kvöldsólinni í blómahafinu. Það verður ekki betra. Sjáumst í næsta þætti.